Sigur Jökull, velkomin í sjókastið. Ég komið með hérna engan annan en Sigur Jökull, framkvæmdastjóra Cruise Iceland, markaðsfræðing. Þú varst með hérna öll markaðsmál fyrir Faxaflóhafnir hérna áður fyrr og tókst við stöðu framkvæmdastjóra Cruise Iceland. Þú ert lobbyisti fyrir skemmtifferðaskip eða ekki á Íslandi. Er þetta ekki svona nokkuð rétt með farið hjá mér? Jú, það má segja það. Eða sko réttar að satt Cruise Iceland sem við með skrifstofu í húsatvinnuleysis í Borgartúni eru nú samtök þeirra sem þjónusta skipin hérna á Íslandi. Þá hafnirnar og... Já, það eru hafnir og það er lendið sveitafélög Já. Og það eru umboðsmennir sem á Íslandi eru Samskip og Gára sem Eimskip á. Það er Marmiðlun, Nonni Travel og svo er STK í Danmörku. Svo eru ferðaþjónustufyrirtæki náttúrulega og svo eru alls konar þjónustufyrirtæki eins og Skeljungur, Terra sem eru sem sagt partur af Cruise Iceland. Já, í raun og veru, þannig að þetta er sko, þannig séð svona brotturinn af virðiskeiðinu á Íslandi sem hefur hag af komum þessara skipa og svo erum við náttúrulega í mjög þétt og góðu samstarfi við skipafélögum beint og þessi hagsmunasamtök sem halda utan á þau, Klía og Aeko, þannig að já, það má segja það er mitt hlutverk að sjá til þess að skipin haldi áfram að koma og þessi sátt og skilningur þau. All right. Sko, við munum fara miklu þunga inn í skemmtiferðaskipin hér á eftir. Mig langar aðeins til þess að hérna komast að því hvernig þú endaðir í þessu. Þú veist, hver er hérna upprunið? Þú ert fæddur á Íslandi, þú ert Íslendingur en þú ert búin að slíta barskóm eða þú bjóst út í Danmörku alveg vel lengi eða ekki? Jú, það er sko með hlífum og þetta var nú tekið saman sko á einhverju leyti þegar ég fekk danska ríkisborgararétt að það, ég heldur mig að segja að þetta eru svona kannski 22-23 ár í Danmörku þannig að ég hef alltaf lítið á mig og er náttúrulega með bæði danskan og íslenskan passa að ég hef náttúrulega lítið á mig sko, Íslendingur náttúrulega fyrst og fremst en ég er náttúrulega óttalega dansk-íslenskur. Lítur á þau sem Íslending þegar þú ert í Danmörku og Danan þegar þú ert á Íslandi? Já, svolítið sko. Það er hérna kannski einhver liti eins og forfeður okkar sem voru þetta líka sko. Ég hef alltaf haft mikið dálæti á Gunnari Gunnarssoni rithöfundi og ef stundu speglað mig í honum engan veginn með ritlist eða neitt slíkt sko. En hann var ungur þegar hann fluttið til Danmörkur og býr þar brottin af ævinni og skrifaði á dönsku og var eflaust með sko mikla danska hugsun og kemur svo heim að við las einhver stað sko, hann var oft í þessu dilemmaði sko, Já, var svona hvorki fugl né fiskur eða þannig? Nei, akkurat sko og það sem verður með okkur sem erum úti að þá er svona Íslandsþrá og Gunnar hann skrifaði mikið Ísland og fjarlæðin gerir fjöllin blá og allt þetta og það gerir það sannlega í Danmörku og svo kemur maður hingað og þá saknar maður ýmislegt frá Danmörku og svo leið sko þannig að það er... Þú gleymur öllum hérna leiðilegu núum í Danmörku þegar þú ert í Danmörku og svo öfugt. Já, það er alltaf þannig sko. En ertu hérna sko sem sagt ertu alin upp í Danmörku og fórst í háskóla í Danmörku og sko ég er að veltaði fyrir mér af því þú kemur svolítið svona allavega út af sniðmengi okkar í störfum þegar þú komst inn hérna til Faxaflóhafna og fórst að sjá markaðsmálin þá fannst mér svolítið og byrjar að tala einmitt líka fyrir í hérna málstað skemmtiferðaskipa kostu svolítið svona eins og stormsveipur að utan þannig að þú ert ábyggilega tiltölulega nýfluttur til landsins eða ekki þegar þú byrjar hjá Faxaflóhöfnum? Jú, í raun og veru sko. Ég er með hérna bachelorgráðu frá Háskólanum í Wales innan fjölmiðlunar og svo er ég með master í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum frá Háskóla Íslands. En af hverju ég kem inn í sko fæ svona krúsið í fangið hérna þegar ég byrja hjá Faxaflóhöfnum að það er af því að áður en ég kom til Íslands þá var ég að starfa fyrir þessa stóru alþjóðlegu ferðaheildsala þannig að það var svona það voru mörg svona samlegar áhrif Ferðaheildsalar eru það þá
Ertu að tala svona bókunar fyrirtæki eins og Trivago eða eitthvað svoleiðis eða? Nei, það ferðaheilsalar þessir, það eru nú þeir sem böndla saman pródúktið. Og til svona langa bunga ferðu sem að úrval útsýn getur áframselt. Í raun og veru, Okay. Nema það að með staðsetningunni í Danmörku þá vorum við með Danmörk, Ísland, Finnland og Noreg og það það böndlað saman seríur eða eitthvað, það þá selt í 7 bandaríkjunum eða í París og var nú kannski ekkit mikið í kringum krúsi svona per se en það var skörun og nú vannst í einhver ár í ferðaþjónustu iðnaðinum eða þannig á þessari hlið. Já, í Danmörku, já. Og skipin hafið hefur alltaf laðað og lokkað. Afi sem ég skýrir í höfuna hann var skipstjóri í Heimskip á Fossunum og Gullfossi og annað og í einhverju öðru lífi þá hefði ég nú örugglega farið á sjóinn. Ég hef alltaf fundið skip og sjórin, þetta hefur alltaf heillað mig og maður finnur einhverja svona og kannski þetta náttúrulega bara því ég náttúrulega ekki unni við þetta eins og þú og aðrir þá sér maður þetta í einhverju svona nostalgíu einhver rómantík í þessu? Einhver rómantík en á sjónum þá eitthvað svona við þetta og skipin eru náttúrulega bara sannarlega það og þótt þetta séu margar útgerðir sem eru sérhæfðar í þessu þá eina stóru útgerðunum það MSC ítalska sem eitt af 3 stærstu kargó fyrirtækjum í heimi þannig að þannig þetta svona í stuttum máli má segja. En þó þú hafir ekki farið á sjó þá er nú ekki nema eðlilegt og einmitt hafið smá áhuga á siglingum og hafinu vegna þess að við upplifum okkur sem mikla sjósókna þjóð en það er Danmörk náttúrulega líka og ég man eftir því þegar ég var út í Danmörku að læra þá var ég að skoða hérna eitthvað svona kökuritt yfir landsframleiðslu Dana það er mjög svona einhæf kaka á Íslandi allavega þá sérstaklega þegar ég var að fara þann út á þá var ekki ferðaþjónustan að taka svona mikið en þá var þetta eiginlega bara þrískipt og svo þá bara fjórðungssneið sjávarútvegur, fjórðungssneið stóriðja, fjórðungssneið ferðaþjónusta og fjórðungur sem eftir var það var nú ekkert eitthvað það var ekki ein stök grein þar sem að einhvern veginn skaraði fram úr þetta Ísland, en svo í Danmörku þá man ég eftir að skoða svona kökuritt og það er örugglega ekki margir litir til í Excel litapallettinu til að koma öllu sinni, svo fjölbreytt landsframleiðslan, en stærsti einstaki liðurinn í vergri landsframleiðslu Dana á þessum tíma, núna er Ozempic búið að taka eða tók fram úr en það var bara eitt fyrirtæki, bara Maersk og Danir eru náttúrulega rosalega mikil siglingaþjóð með gríðarlega stóran kaupskipaflotta þannig er ekki nema vonað og hafir leiðst út í þetta en þú kemur sérst til Íslands og veltið fyrir mér þú varst í einhverju í þessum bransaðan út í Danmörku og ert að markasetja einhverja ferðir og eitthvað svona í einhverju stórum pökkum og ægilega spennandi sérðu svo bara laust starf hjá Faxaflóðhöfn ég ætla að fara að markasetja íslenskar hafnir fyrir erlend skemmtifæraskipi eða hvað? Ég veit ekki ég var svolítið með hugan við þetta er náttúrulega ég kem þarna í COVID og ferðageirinn var náttúrulega vægast all laskaður þetta var svolítið bara eins og gæsahópur sem var skotið niður þannig ég var svolítið að hugsa vítt og breytt og það var sjávarútvegurinn og það var laxeldið sem heillaði og skipageirinn og ég veit ekki, allir ég hef ekki bara að hugsa þarna væri þetta samtvinna ýmsa þætti höfnin er alltaf mjög spennandi vettvangur af því það kemur á svo mörgu og þessu meðal annars og ég held að þekkingur úr ferðageiranum og þessi alþjóðavæðing því þegar uppi talið þá hef ég búið ég tók lærði í Bretlandi svo bjó ég fyrir utan Danmörk þá var það 7 ára á Spáni svo ég búið í Stokkólmi og Helsingi þannig ég hef nú verið á mörgum stöðum og starfað í svona alþjóðlegu umhverfi
þannig að það er svona kannski blanda af þessu, myndi ég segja. Og svona international maður. Já, ég held að ég sé nú alveg full í alþjóðavættur, sko. Já, en áður við fókusunum aðeins meira á skemmtiferðaskipin, sko, ég upplifði þig sem markaðsmann, sem að sko í íslensku samhengi þá ertu ekki hefðbundin, eða þú ert rosalega hefðbundin markaðsmaður, þá ég að reyna að segja það að í dag eru kannski markaðsmennska á Íslandi og auglýsingamennska, hún hefur snúist á síðustu ári svolítið bara mikið út í svona innihaldspólitík og það er umbúða pólitíka, eiginlega öfugt við innihaldspólitík. Það er svona það er ekki mikið verið að leggja áherslu á svona old school markaðsmennsku, bara hvað get ég sagt til þess að það séu fleiri vörur keyptar eða þannig. Er ég að meta þetta rétt? Já, alveg klálega. Og ég held að sko maður er nörgulega påvirkið eða sko mikið litaður af Danmörku. Já. Og þú nefndir einmitt áðan sko með kökuna, dönsku. Danmörk er náttúrulega land sko sem hefur forskot í krafti legunar, innsiglingin inn í Eystrasalt og svo framvegis. En þeir eru nú ekki beint ríkir af náttúruauðlindum. Nei. Jú, þeir hafa strandir og svo framvegis, en þeir hafa ávaxta pund sitt mjög vel. Þeir eru, í dag er þetta 9. stærsta marítim þjóð í heimi. Þeir eru eiga stærsta fyrirtæki í Evrópu, sem Novo Nordisk. Og svo framvegis, stóri landbúnaðarframleiðendur líka. Já, og ekki stærra landi það náttúrulega alveg magnað og svo framvegis. Það er einmitt eitt af því sem var í þessari köku, sko, næst á eftir AP Møller eða Maersk, þá minnum við að hafi verið svínakjötsframleiðsla. Nei, akkurat, sko. Og ég held að það sem gerðist að það er þarna í kringum þegar COVID að klárast, að þá uppsöfnuð ferðaþörf. Skipafélögum voru búin að uppgöta það að það væri hentugt að vera með farþegaskipti í Reykjavík og stríði í Úkraínu kemur 22 í mannrétt og þá draga saman siglingar í Eystrasaltinu bæði út á Öryggi og út af Pétursborg fellur út og svo framvegis og þá verður þarna ég minni það fljótlega eftir ég byrjaði að vinna í fagsfólögunum þá mætti ég viðtala á Vísi og bara er þetta bara veldisvöxtur og met og ég veit ekki hvað og hvað og þá svona eru línunar að skýrast og það eru í fyrsta lagi það að sem markaðsmaður þá verður að tryggja það að þú getur deliverað að þessi vöxtur sem að koma að þetta sé unnið vel, þjónust á höfnunum og þau sem taka við þeim og svo framvegis og það var farið í gífurlega vinnu sem þú sér þegar þú kemur nýr í Sundahöfn og það farið í þessa vinnu á Ísafirði, Akureyri, Seyðisfirði, Grundarfirði út allt land og samtímis þá voru samskiptin við skipafélögin úti aukin og fyrir mig var það mjög náttúrulegt ég er búin að vera svo lengi í þessu alþjóðlega umhverfi og þannig að breytir mig einhver hvort ég sé að tala með einhvern í Reykjavík eða hvort það sé í Seattle eða Ástu ekkert feimur við það? Nei, breytir einhver, skilur einhver múli þannig það var eitt og svo er þessi sko auka liður í marketing sem má kalla branding eða hvað sem það nú er þá sér maður þarna sko að skemmtiferðaskipin þau hafa haft svona misgóða ímynd og hérna var hún ekkit sérlega góð þetta var massatúrismi, þetta mengaði og skilaði engu og ég veit ekki hvað og við fórum bara samhliða því að við gerðum grunnvinnuna vel þannig og ég hef alltaf sagt að þetta snýst bara að gera hlutina með sóma, gera hlutina vel og ef þú gerir það, þá farið virðingu út af því og þú segir satt frá líka og segir satt frá og vera honest sko og við höfum alltaf verið það hlusta á gagnrýnina að einhverju þá bara já, ok, þetta er bara hluti sem við þurfum að taka á svona til að hnýta í einhver þá nefnilega sko segja frá mínum bæjardyrum síðan að ég hef upplifað svona einmitt viðhorfsbreytingu hvað skemmtiferðaskipum á síðustu örfáu árum eftir að menn fóru að tala einmitt af meiri heiðarleika og gagnsæi bransan
það hefur eitthvað lagast svo ímynd en á sama tíma þá er kannski samúð með svona ferðaþjónustin í heild, hún hefur laskast af því að það er kannski talsmaður þeirra, hann hefur ekki alltaf verið alveg nógu hreinn og beinn í sínu viðtölum mín upplifun Sko ég held að nú þekki þau mjög vel og þau reyna sannarlega og margt hefur áunnist ferðagerinn á Íslandi náttúrulega í heild hefur styttri sögu þótt að hann eigi sér langa sögu og við höfum talað í krúsinu að það eru yfir 100 ár síðan að það komu krúsfarþegar en þá voru það bara evrópskir aðalsmenn sem komu á skútum og þá voru einu ferðamenn sem komu hingað en ferðagerinn í heildsinni held ég sé að gangi gegnum svona ferli eins og sjávarútvegurinn gerði og þeir eru að reyna en það eru svona alls konar barnasjúkdómar sem að fylgja því ég held það og þetta hefur náttúrulega verið erfitt af því að þetta var alveg rosalega vöxtur frá 2010 eftir hrunið það var samlegar, það var gosið og það var aukin markasetning og svona hitt og þetta og áhuga á norðurslóðum og svo framvegis og ég held að þeir séu að reyna fullum krafti sko en ég veit líka að menn hafa verið að horfa til okkar við erum alltaf heppin með því að þetta er svona við erum ekki nema 14-15% af öllum ferðamönnum og það er svona sem að skemmtiferðaskipa þetta er eitthvað í fyrra voru þetta 333.000 farþegar á þessum 2,2 milljónum og ég held að allir hafi svona love-hate relationship með krúsið sko þetta er svona táknum luxus og allt það góða en líka þetta er stórt og þetta eru margir farþegar og fólk hefur gagnrýnt út af mengun og svona hinn og þessu þannig að og þetta er svo sýnilegt sko þetta er það og mér sjátt náttúrulega eftir sveitafélagum það er kannski minna sýnilegt í Reykjavík og þetta er góða punktur sem þú segir sko þetta er 100 ára bransi sko að vera með skemmtiferðaskipa komur á Íslandi ég man eftir því þegar ég krakki þá dróð til tíðinda að það kom skemmtiferðaskip en það er ábygglega verið lögtölur vinna í að veiða í raun og veru þessi skip til að koma hingað eða ekki, þau kom ekki hingað sjálfu sér er ekki búin að fara einhver vinna í það hitta skip erlendis og sína fram á það heyrðu, við erum innviði hérna á Íslandi við erum með rútur til að fara með fólki í ferðir og eitthvað svona er það ekki heldur betur sko, það var og Faxaflóahafnir hafa dregið þennan vagn og sko ég held nú alltaf að þetta hefði byrjað svona í kringum árið 2000 þetta var fyrr, þetta var svona upp úr 90 og það var Ágúst Ágústsson sem var í Faxaflóahafnir sem var pioneer í þessum málum að hann var mjög ötull fór á sýningar og skrifaði greinar hélt úti minni mig blaðinu sem Cruise Europe hélt utanum og í raun og veru sko ég hef alltaf sagt að allur skipageri er mjög hægvirkur og allt þetta sem var byrjað að vinna þarna 90 svo meira og svo koma aðra hrafnir inn í Muggi og Ísafirði kemur þetta inn í fyrir einhverju 20 árum síðan og Pétur og Akurur og Alla og Seyðisfirði og aðrir Afstinn og Grundarfirði og svo framvegis að þetta var allt saman fólk sem fór á þessar ráðstefnur úti og var að kynna og svona hægt og rólega byggjur upp þessa ímynd og mikill í þolinmæði þetta er eins og með stóru skipin þú ert lengi að beygja alveg bara, þetta er svo mikið long term að það hálfari nú og það loksins skila sér og svo verður náttúrulega ákveðin vatnaskil þarna í heimsfaraldrinum sko og þá gerist sko það að stjórnvöld svona einhvern veginn sjá ofsjónum yfir þessu og fara að hræra alveg hressilega í þessu regluverki sköttum og svo framvegis þannig að þá þessi svona vöxtur eða ákveðna stabilitet sem var komið verið að snúast við og okkur í geiranum fannst þetta mjög ósanngjarnt vegna þess að eins og ég nefndi áðan að það var farið í það að útbúa samrænt bókunarkerfi sem er einstætt á heimsvísu doc.is, Færeyingar gengu inn í það
Þessi samrænt bókunarkerfið og það bóka þá bara viðlegupláss eða... Já, þannig sko, það fyrir gegnum umboðsmenn og svo fyrir það inn í þetta samrænta bókunarkerfi sem algjörlega opið. Þannig að skipafélögin geta séð bara hvernig eru lausir dagar og markmiðið þessu að dreifa. Þannig að séu ekki 5 stór skip á sama degi á Ísafirði, heldur helst bara 1 eða 2 eða kannski 3. Snjallt. Dreifa þessu hafninar og á sama tíma þá þetta algjörlega opið og ég veit til dæmis að eina vinur minn þjóðgarðsvörður á Þingvöllum við höfum stundum verið í svona debatt álagferðamanna og svo framvegis og við vitum það alveg að þetta eru stóra einingar sem koma og það hefur áhrif í staðan fyrir að það svona stöðu streymi þá koma kannski 20 rútur úr einu skipi og svo framvegis en þetta kerfi gerir það verkum að það þetta skipuleggja sig. Það þetta skipuleggja og dreifa álaginu svona nokkuð jafnt. Og skaffa mannafla þegar svo ber undir og ég veit að til dæmis á Þingvöllum að þá nota menn dokkið til að skipuleggja hvað þarf að ráða í mannafla svona einhverju leyti mörgar fram í tíman. En en með hvað maður að segja ásælni yfirvalda sem að byrjaði þarna þegar þessi vöxtur í komi skemmtiferðaskipa fór að verði eitthvað sem maður fór að finna virkilega fyrir því og eins og engin sprettu faraldur á í litlum bæjarfélögum en sko það sem að ég velti fyrir mér það ekki bara sanngjarnt að reyna að ásælast eitthvað með því að skattleggja með einhverju gistináttagjaldi eða einhverju sem að að öðrum kosti erfiðara þetta ekki innviða frekur business og þarf að vera með stóra og mikil hafnamannvirki og þarf að fjárfesta fyrir lengri viðlögu köntum og sko einhverja svona þaumalputtareglur erlendis frá að meterinn af bryggjukanti með svona skemmtiferðaskipa dýpið þetta einhverstaðar á milli 40 til 100 milljónir per meter ekki eðlilegt að yfirvöld horfi í það að kortavelta til dæmis túrista frá Japan upp undir 300.000 kall á dag á haus japanski ferðamaðurinn eyðir 300.000 kall á dagina það hótelið, það bíllinn og það eru 66 gráður norðurúlpurnar og maturinn og eitthvað og svo kortavelta nú hef ég ekki fundið aðgengilega tölur nýjar en það einhvers staðar sko 20-30.000 kall það ekki á dag í skemmtiferðaskipunum það sem að eftir verður af hverjum gesti frá skemmtiferðaskipi sem að fer í einhverja Þingvalla rútuferð og svoleiðis. Sko, þetta eru tvennmál að ef við tökum bara fyrst innviðina að þá var metslegið 25 að það varu 4,3 milljarðar sem sátu eftir í hafnarsjóðum á hringinn í kringum landið. Okay. Sem framlegðin af sem sagt rekstri hafnana og þá sérstaklega út af skemmtiferðaskipum þetta eru bara skemmtiferðaskip. Okay. Þetta eru fyrir lóðsana, þetta er bryggjugjöld, þetta eru lestagjöld og öll önnu þau hafnagjöld sem erum að ræða. Þetta er það sem er eftirverðu, þetta er ekki heildarvelta sem sagt. Nei, þetta er það sem þau fáið tekjur. Kostnaðarmóti. En á mörgum stöðum eins og Ísafirði og Akureyri þá er þetta yfir helmingurinn af tekjunum og féll þar á þurrastað því það er minni innkoma út af sjávarútvegi bara út af minni kvótum og svo framvegis og minni kargóflutninga og svoleiðis. Það er orðið ansi stór sneið í kökunni. Mjög stór sneið í kökunni sko og og við erum að muna það að skipin sko þetta eru prímært þeir innviðir sem þeir nota og þeir borga fyrir það fulli og nota þetta bara einhver ákveðna marga daga á ári og svo er það bara farin. Akkurat. En svo borgaði náttúrulega sko öllu gjöld sem þau gera í landi þú veist ef þú kaupir rútuferð þá borgar alltaf þá skatta og skildur sem það fer þannig að það hefur nú verið bent á að varandi innviðina að þá leggja að sitta mörgum þarna og svo með innviðagjaldinu þá þetta voru 2 milljarðar sem söfnuðust árið 25 og við minnir að gistinóttagjaldið hafi verið 2,5. Okay. Þannig að þetta var alltaf svona spurningum að jafna sko muninni, ég held að menn glimtu svolítið sko að skipin eru prímært að nota þessi innviði sko á höfnunum og við vitum í dag að þetta
lífsviðurværi hafnanna og hafnasambandi var einmitt að taka saman, ég man ekki nákvæmlega hvað, en það við vorum að tala 20 milljarða svo þau þarnast í fjármagns og þá myndi ég nú segja einhver rúmlega 4 milljarðar á ári aukalega sem ekki var reiknað með væri góð búbót. Svo náttúrulega einhverja fjárfestingar á móti jú. En ég var í hræstnir ef ég myndi ekki fagna því að það sé vera smalöldum í rútuferðir því að það þýðir færri bílalegu túristar á göttunum sem að stoppa út í vegkanti til að taka myndar hrossum. Já, ég veit það svo ég svari þínu þú talar engisbrettu faraldur og þá hef ég sagt að jú, þetta var kannski meira svona eins og stórfelld smalamennska á fjallabaki. Já, það verið að ná í fé sem sagt. Það verið að ná í fé, þetta er ákveðin hópur sem mjög manageable. Þeir eru mjög hliðnir. Já, þeim þess að fara á sömu skipunum eru í einkennisvatnaði túristar. Allir klæddir í sama jakkan. Og hlýða alveg eins og ég veit ekki hvað þannig að það er þetta stjórna þessu mjög vel og við sjáum það á Þingvöllum að það er gert þannig að jú, þetta eru stóra einingar en þeir eru hlýðnir og það er þetta stjórnað og bara alveg rosalega mikið varandi eyðslu þessar aðila að þá var gerð könnun frá rannsóknarmiðstöð ferðamála á Akureyri 23 og Magnús Reykjavík Economics skoðaði hvað satt eftir í landinu og hann áætlaði miðað við 23 tölur og þetta voru svona 40 milljarðar sem verða eftir í íslenska hagkerfinu af 300.000 Já, þannig að það er ekki svona cirka heildafjöldi skemmtiferðaskipa gesta sem jú. Ef við komum og það þyrfti nú að uppfæra þessar tölur í bæði vegna þess að í fyrsta lega það sem hefur gerst er það að Íslendingar eru líka snjallir kaupmenn og þeir hafa séð tækifæri og maður sér Ísafirði alveg rosalega gott dæmi þar sem menn hafa séð bara alveg rosalega gott business opportunity á Ísafirði ég hef það gert mörgum stöðum og þannig að ég til í dag erum við að fá miklu meira út úr þessu heldur við gerðum aukin farþegaskipti því að 180.000 þessum farþegum voru að fljúga til og frá landinu. Já, það er svona mikið farþegaskipti sem eigur sér stað á Íslandi. Og ef við áætlum svona íslensku flugfélögin eða flugfélagi reyndar í dag að séu svona 60-70% af því, þannig þá getum við svona áætlað. Þannig að svona án ábyrgðar myndi ég segja í dag að þá er allavega 60 milljarðar. Já. Og við svo bara heyrum það í sögum og sérstaklega það sem við vorum upplifum að svona þegar fólk fór að óttast að missa að sniða kökunni eða geta ekki drukkið úr læknum eins og ég stundu að kalla þetta að þá sprettu fram hingað og þangað og ég veit fyrir víst að þeir skipafarþegarnir eru svona tiltölulega efnaðir og þeir eru sannarlega að kaupa 66 gráðu norðurúlpur Bláalón skincare og svo framvegis. Ég man alltaf sögu sem hann sagði mér í bókabúðin á Flateyri hann sagði þetta eru bestu kúnunir þeir eru að kaupa special edition á bókum japanska sjálfbleikunga fyrir 100.000 og ég veit ekki hvað og hvað Já. Þannig að það er það er alveg ótrúlegu fjöldi sem er að drekka úr þessum læk margt sem maður kannski hefur ekki átt að sig á þannig ég held að það sé alveg þetta fullir það að þeir skilji sannarlega eftir sig. Það er verkefni fyrir þig og fyrir Cruise Iceland að birta fróðlegt talnaefni þetta því að það er greinlegt þú með það í kollinum. Við þekkjum það sem áhugamenn Danmörku að það er tölfræðistofnun Danmörkur hún er og bara allt utanum haldum aðgengilegar tölur er svoleiðis margfalt betra í Danmörku heldur en á Íslandi og þar gæti maður ábyggilega fletti upp bara hvað fengu gestir á einhver ákveðnu skipi sér svona að jafna því í morgunmat það er aðgengilegt en það er eitt sem að hefur verið líka mikið í umræðinu og það er en minna reynda síðustu ár það er mengunarparturinn og það er svona kolefnissporið svo ég kasti fram einhverjum tölum þá á einhverju vistvænni ferju í Noregi þá þegar verið að bera saman svo maður beri saman appelsínur og appelsínur þá verið að bera saman
hversu mikið af koltvísýringi losast í grömmum talið per farþega per fluttan kílómetr og á ferjum vistvænum í Noregi þá er þetta í kringum 20 grömm, það eru í kringum 150 grömm per farþega per kílómetr með að við ágæti sætanýtingu í farþegaþotu, en svo er þetta alveg frá 300 upp í 1200 grömmum á skemmtifaraskipum. Þetta er orkufrekur iðnaður og mengandi og þetta var svolítið svona sérstaklega í umræðinu þegar þetta var sýnilegt, þú veist, eins og þegar að lagði einhver reik yfir pollin á Akureyri fyrir nokkrum árum. Þetta minna farið fyrir þessu síðari ár. Hvað hefur breyst og er einhver þróun framundan í þessum efnum þar sem að við sjáum að það sé eitthvað minni suppuskapur í kringum þetta? Sko, í þetta eins og öðru þá skiptir alveg gríðlega miklu máli að vera honest og viðurkenna það sem má laga og svo framvegis. Og við hérna á Íslandi höfum ekki skorast undan og aldeilis ekki heldur. Sko, skipageirinn í heild og sérstaklega krúsgeirinn er náttúrulega mjög reguleraður í gegnum IMO. Já, og hérna siglingarstofnun. Akkurat. Og ef við tökum sko Íslandi að þá er það gróðurhúsalosunar heimildarkerfið í Evrópu, ETS. Það tók gildi, hvað er það, 3 ár síðan núna, ef ég man rétt, 2 eða 3 ár, og við fengum undan þá í krafti legu okkar fyrir flugið, en ekki fyrir siglingar, sem ég reynda fannst reynda mjög skrítið, af því að flug og skip eru allavega equally og svo má deila hvort er meira mikilvægt sko, en anyway, skiptur ekki máli, að skipin þau fóru inn í þetta fullum krafti, þar sem þú verður að kaupa heimildir fyrir losun. Sko, ef skemmtifaraskip sem að lagst að bryggja á Íslandi, en skipið er skráð á Bahamas, fer kolefnislosunin inn í íslenskt bókhald eða helst það á Bahamas? Nei, það fer sko það fer endur ekki inn í íslenskt bókhald. Ég man í tekka á þessu á sínum tíma, það var miskilningur í kringum það. Já. Sko varandi ETS þá er þetta það sem þetta er losað og það sko ef skipið er að sigla milli Bandaríkjanna og hingað þá er það 50%. Ef það er milli Færeyja og Íslands að Færeyja er ekki í ETS-kerfinu þá er það 50%, en ef skipið er að sigla frá Southampton til Íslands beint þá er það 100% ETS. Og svo núna á þessu ári þá bætist væntilega við Fuel EU Maritime. Hvað segirðu? Fuel EU Maritime, það er N1, þannig þú heyri það að þú þarft að glíma við alls konar bákn í vinnunni. Ég svo ég komi nú að mengunni að skipageirinn er sannarlega ekki að láta sitt eftir liggja og þetta Fuel EU Maritime þetta snýst að það er benchmarka við 2020 í losun gróðurhúsalofttegunda. Útskýra það að miða allt við hvernig það var árið 2020. Já, og svo er Evrópusambandið búin að skilgreina ákveðna minnkun alveg til 2050 í manni, það er nokkuð 2040 eða 2050. Upphafspunkturinn 2020 og þá eiga sér einhver stað einhver minnkun á þessu tímabili. Já, það verður að eiga sér stað minnkun og öll skipafélög í sem sigla í Evrópu verður að halda bókhald það og sína fram á það og ef það er ekki þannig þá fyrir sekt. Þannig þetta er eitt. Á sama tíma þá er sko kröfur frá neytendum að þau sætta sig ekki við að þetta sé svona kannski eins og það var. Þannig að er það samt ekki bara eitthvað sem að einhver markaðsmenn segja er neytandi sem að kaupi sér ferð með skemmtifaraskipi hann er ekki mikið að spá í þetta held ég, þá myndi hann örugglega bara fara í göngutúr upp á næsta fjall. Sko væntalega, en ég verð að segja það samt að ég veit fyrir víst og ég fengi mail frá aðilum sem er að spyrja, sem vilja ekki taka aðra leiðir heldur en að sigla. Þeir vilja koma til Íslands og ég vil halda áfram síðan vestur haf. Og þeir eru að spyrja mig sko hvaða leiðir eru færa með skemmtifaraskipum. Vegna þess að þau álíta þetta að vera umhverfisvænna. Og ég tel það og ég er ekki talað bara sem lobbyisti og markaðsfræðingur að ég tel að þetta sko þegar allt er talið að með þessum
með þessum skilmálum frá Evrópusambandinu og annað, þá þýðir það að skipið verður að vera meira effektíft, eyða minna eldsneyti og sigla hægar og nota önnur fjúul eins og bæjofjúul og LNG og metanól og ammonium eða hvað sem það nú vetni, hvað sem það getur nú verið. Og svo líka eitt sem ég var að skjóta inn að það er pínu óheiðarleiki þegar vera að mála upp svarta mynd af kolefnisspori skemmtifæraskipa. Þau eru náttúrulega mjög lítið í því að sigla A til B siglingar, svona flytja fólk, það er ekki þeirra markmið, það er tekið inn í allt bókhaldi, það er kannski 40 megavött sem að krefst í stóru skipi bara að halda hótelinu gangandi við bryggju. Það er nú eitthvað búið að vera landtenginga, vangaveltur og einhverja framkvæmdir hérna á Íslandi, eða ekki? Alveg helling, sko. Það er í Evrópu eða bara á heimsvísu og meiri sér í Bandaríkjunum sem fór stundum bátt fyrir svona ýmislegt, sko, að þeir eru mjög framlega í þessu að þar er sko bæði flotinn, það er verið að uppfæra skipin og það er að koma nýri skip og hafninar hafa verið proaktívar þar. Við erum komin með 2 landtengingar hérna á Íslandi, við erum tvær hérna nýri í Gömluhöfnum í Reykjavík, ein í Hafnarfirði og svo 27 verið tilbúin fyrir stóru skipin hérna í Sundahöfn. Muni það er annað eftirspurninni eða þessu hótelinu? Já, þau gera það nú, sko. Og það eru ýmsar pælingar í þessu. Þetta er náttúrulega á að vera hagkvæmara heldur en að brenna olíu og sérstaklega, sko, að við hugsum í að svona skip með farþegum og krúi er kannski 5.000 manns, þannig að þetta er svona Ísafjörður plus. Akkurat. Að þess að framleiða orku í það, þá er betra að gera það kannski ekki akkurat þarna, heldur einhvers staðar lengra í burtu. Hérna á Íslandi erum við svo heppin að orkan er algjörlega græn from wake to well, eins og við segjum. Já. Þess frá uppsprettu til brunnsins. Já. Og þannig að þannig það verður spennandi að fylgjast með því. Ég veit meiri segja, sko, eru pælingar á Ísafirði, það sem er nú ekki verið mikil orka, að það var einn að segja mér að það væri möguleika þar, af því það er minni nótkun á sumrin og svo leiðis. Gallinn sem við höfum glímt við hérna á Íslandi er að við erum ekki svo heppin að eiga Enova-sjóð, olíusjóð sem normenn hafa, þannig að þeir hafa geta tappað í hann og Evrópusambandið hefur verið að styrkja hafninar beint. Já, þetta eru dýrar framkvæmdir og mjög dýrar, sko. Svona framkvæmdi eins og fyrir þetta er í Sundahöfn, þetta er einhverju 2 milljarðar, sko. Jú, kemur náttúrulega tilbaka í notkun á einhverju tíma en það tekur tíma og svo framvegis, en þetta er viljin og þetta eru kröfunar og það eru bara mjög eðlilegar, þannig að svona ef við drögum þetta saman þá held ég að þessi geri hefur gert sitt, alveg eins og kargógerin og aðrir. Það er og fiskiskipagerin líka. Og fiskiskipagerin, það eru allir að gera í þessu, þannig að jú, það sko er þetta gagnrýna kannski eitthvað en sko ég held að það sé mikilvægt að hugsa það að skipagerin getur gert þetta lengri tími með flugið og skipagerin hefur alltaf verið svona ákveðin innovation geri. Akkurat. Skipagerin, ég meina þetta er svo gamalt að ég hef oft sagt að þetta er sko eldra heldur mörg þau ríki sem við þekkjum í dag. Já, við værum ekki hér nema því að hinga kom einhver með skipi á sínum tíma. Nei, það má segja stundum bara í ganni að Ingólfur Arnarsson og Hrafnaflóki, þetta voru kannski fyrstu krústinir á Íslandi. Já, ég velti fyrir mér er einhvern tímann átök innan ferðaþjónustu geirans, en það er verið að markasetja Ísland sem svona hreint og grænt og þú veist, við erum með alla þessa grænu orku og ósnorti land og eitthvað svona og svo koma stór skemmtifæraskip með reikspúandi háfum og svoleiðis. Er einhvern tíma slagur milli þín og Jóhannesar eða hvernig er það? Nei, ekki milli okkar, sko, en það hefur verið. Hafði verið árekstrar? Já, byttu fyrir þér. Það má nú alveg segja það var ekkert leyndamál að það hefur nú verið svona nánast ritdeila milli hótel eigenda og okkar að þau sáum alveg ofsjónum yfir því að þetta væri mikil samkeppni við hótelin og svo framvegis sem þetta er alls ekki og ég hafði gaman að því að núna fyrir jól þá skrifaði Vilhjálmur Bjarnason grein í Mogganum
sem ekki tengdur og bara kom algjörlega át á því blú og mikilvægt að muna það að hann sérfræðingur í samkeppnismálum og séraði sig mörguleiti í því upp í háskóla og mjög þekkingamikil á því sviði og hann skaut þetta algjörlega í kaf að krúsi var í einhverju samkeppni við eitthvað annað, þetta var bara allt annað það væri bara viðbót já, ég meina þetta er bara eins og mjólk og konjak það drikkir hvort vekja en ekkert í einhverju svona beinni samkeppni eins og við myndum segja í markaðsvæðinu sko. Þannig að sko, nei, það var bara mjög mikið svona og var kurr í ferðaþjónustunni í heild hvað eru þeir að velja upp á dekk og svo framvegis og það var kannski ég held að menn voru bara ekkert að átta sig á sko að þetta svona einstór virðiskeðja og við erum bara hluti af þessu og við eins og ég sagði áðan þetta eins og smalamennsku upp á Landamannaafrétti og við syntum þessu bara með miklum sóma við pössuðum upp okkar umhverfismálin sáum til þess að það satt stórbit eftir að kökunni á Íslandi og við reyndum að manna gera þennan hóp eins og hægt var og voru bara honest sko og áttum þetta samtal við alla skorumst ekkert undan það oft eins og ég hef verið í paneli og fundum með Einari Þjóðgarðsverði og það sem við hefum talað þetta álag á ferðamannastæði og annað en við erum alveg bestu mátar og erum sammála að bara rætt þetta á bróðirni og ég held í dag að þá myndi ég segja að við séum samstíga miklu meira við ferðageranum yfir höfuð en það var tekist á já en við áttum samtalið og vorum honest og höfum leyst málið að mörgu leyti sko. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga Happdrætti DAS Varðandi gistinóttaskattin köllum við þetta gistinóttaskatt á skemmtiferðaskipum sko slær svona pínu skökku við að kalla þetta gistinóttaskatt þegar hótelið einhvern veginn ekki landfast nei. Skilur hvað við en ok, förum aðeins út í það var það var upplegg nýrra ríkisstjórnar að gefa svolítið í þar að fá meiri fá stærri sneið á kökunni út úr skemmtiferðaskipunum og svo var eitthvað gefið eftir sko uppleggi var minnið með 2500 kall á sólarhring eða ekki per farþega og ég veit ekki, þegar ég gisti í London eða eitthvað og ég sé á einhverjum reikningi að ég að borga einhver 15 pundi eða 20 eurur eða hvað nú sko ég ekkert að kippa mér upp í það akkur var þetta svona mikið mál sko, þetta var ekki með að vona að þú ruglaðist á þessu þetta byrjaði sko við erum við segja með þessari aukningu sem verður og þessi ákveðin svona kurr innan ferðar í heild sko og í fyrir ríkisstjórn það var hún sem laði þetta allt saman á og þá byrjuður með gistinóttaskattin sem var hærri heldur en gistinóttaskattur í landi til þess að jafna stöðu og eitthvað svona og það var sett á janúar 24 kemur gistinóttaskatturinn sem var þá ég manni 1000 krónur á farþega það var 1000 krónur á káetu og á sama tíma þá fóru menn að hræra í tollfrelsinu sem hafði verið á litlu skipi sem eru í innanlandsseglingum eða hringseglingum eins og frönsku Cunard-skipunum ég get aðeins komið betur inn á það en ef við höldum okkur við hitt að þetta var 1000 krónur á káetu og það kemur inn og með engu fyrirvara þannig að skipafélög bara þurfti að borga þetta og gátu síðan rúlast út í verðið með einhverjum þegar leið á sísónið og það leikur einmitt munurinn í að þegar þú mætir á hótel að þá ertu kannski búin að panta áður og svo stendur að það sé einhverju auka tax og eitthvað svoleiðis og þú borgar það
En ég vissi samt fyrirfram heildarsumuna Akkurat, sko. En í þessu þá vissur ekki en svo gerist það þarna með starfstjórnina sem var núna í lok 24 að þeir dempa á bara með engum fyrirvara nýtt innviða gjald vegna þess að skipin voru ekki borga nóg í hafnargjöld það voru ekki innviðir eða hvernig þau litu þannig á það 2500 krónur á sólarhring á alla já, hitt var bara per káut og það gáttu verið 2-3 í káut já, akkurat og þannig það var skiptið engum máli hvort þetta var 99 ára gamall einstaklingur eða 1 mánuða gamall barn og þetta náttúrulega með þessum fyrirvara þýddi það að þetta laðist náttúrulega bara fullum þunga á skipafélögin og þarna var búið að vera hringlandaháttur það var búið að segja jú kannski og kannski ekki og svona ófyrirsjáleiki og þá fara þau bara að rifa siglin skipafélögin þau náttúrulega, þetta eru bara fyrirtæki og þau eru að vinna 2, 4, 5, 6 ár fram í tíman og þau fóru þá bara að segja þetta bara eiginlega of erfitt að eiga viðskipti við ykkur á Íslandi þau vitið bara ekkert hvort þeir að koma eða fara hefði verið hægt að gera þetta þá með meiri fyrirvara og hefði það hjálpað og ekki fæltu frá já sko í fyrsta leið þá var þetta bara allt og hátt gjald það var maður hefur nú heyrt svona sögu fram og tilbaka hvernig þetta tilkomið sko en þetta líkta nú svolítið af að það bara hvað getur við komist upp með mikið leggjum það á með einhver fyrirvara og þá fórstu bara yfir það pain point, þú varst búin að pressa sítunum nóg mikið og það var ekkert búið að eiga neitt samtali eða nokkuð skapaður hlutur þannig að þeir gerðu það bara og svo komast það því að þetta var vond og sérstaklega bæjarstjórar og sveitafélög út á landi og bara allir þeir sem drekka úr þessu læk létu í sér heyra vegna þess að við erum svona mjög sterk breiðfylking í þessu og pössum vel upp á hvort annað að það voru allir sem létu í sér heyra þannig að núna í þinginu núna það þá komin í bara nýr þingheimur svolítið og nýr ríkisstjórn að þá var 90% stuðningur það var 57 þingmenn og resterandi 6 voru fjarverandi sem samþyktu að lækka þetta neyri í 1600 krónur á farþega per sólarhring jú. En það samt eiginlega svona skyndi hækkun eða þannig, þetta eitthvað sem að skipafélögin geta ekki gert ráð fyrir eða þar sem þetta eitthvað sem skellur á bara með þetta sami, eða ekki? Já, eða sko en minna högg þeir voru alltaf búin að reikna með 2500 þannig að þetta 36% lægra heldur en það þannig að sko núna þegar frá liði þá þetta komið út í verðlagi þannig að þetta minna, það má alltaf deila það þetta sé mikið og allt en þetta bara það sem og þetta var bara frábært að það var þessi viðsnúningur þannig að þetta var mjög gott Þessi lykilatriði líka í þessu er að hafa góðan fyrirvara á svona þetta eins og, ef við tökum smáríki Bútan sem dæmi það sem að þekkjum það er ekki $100 eða $150 á dag sem hver og einn ferðamaður þarf að greiða í bara svona ferðamannaskatt hverjum einasta degi og ef ég myndi fara til Bútan þá væri ég upplýstur það fyrirfram og væri að kaupa með ferð með einhverjum löngum fyrirfara og það væri bara partur af pakkanum og rétt eins og skemmti vera skip sem að kemur inn að selja, þau eru ábyggilega að selja þessa pakka sem þú þekki frá þínu fyrirastarfi í Danmörku þessi bundles eða þannig þetta eru eiginlega selt ár 2 fram í tíman eða ekki? Jú. Og þá er rosalega erfitt að koma eftir og segja þó að það sé ekki nema 0,5% eða 1% þú veist að segja bara, þarna fór framleiðin ykkar af því að var verið að hækka einhvern skatt, einhver gjöld Akkurat sko en væri svona þeoretist séð, þá væri alveg hægt að hafa gjaldi í raun og veru hærra eða lægra bara eftir ef fyrirvarin nægur svo er bara spurning hvort að fólk sé tilbúið að fara til Bútan eða koma til Íslands Nei, ég held að það sé alltaf sko jú, í teóríunni sko, þetta er alltaf spurning hvar pain pointi liggur í verðinu og Ísland er nú þegar komið alveg upp í hæstu hæðir hvað allt var þar og svo hvaða fyrirvara þú hefur á því sko. Þannig að það er svona bara eitthvað sem það er að finna og setja þetta í samhengi líka að við erum náttúrulega ekki eiland sko. Skipin eru það er alltaf ákveðin hópur sem er bara að sigla hérna en flestir að sigla annarkvæður Bandaríkjunum hingað og koma við á Grænlandi og Nýfundalandi og svoleiðis en önnur eru að koma við í Bretlandseyjum eða Noreg og Danmörk og annað þannig að það, sko, ef það eru svona
hái skattar allstaðar að þá leggst þetta á að þunga, þannig að það verður líka að skoða hvað að gerast í kringum okkur. Já, þú meinar bara við gætum keypt okkur út úr eða rukkað okkur út úr samkeppninni? Í raun og veru, ég veit að í Noregi þau horfðu mikið hingað og sáu það að þetta var ofskart með ólitlum fyrirvara, þannig að þau taka það með í reikningin að þau verið að skoða svipaða hluti í Noregi og ég veit að það verið að skoða svipaða hluti í Bretlandi, þau eru líka að sjá hvað við gerðum hérna, þannig að við riðum á vaðið og sáum að þetta var ekki gott. Nei. En það góða við að núverandi stjórn og núverandi þingheimur þeir sá að sér og ég finn það það er fullur skilningur á þessu. Við þykjum mjög vænt að sjá í öllum flokkum skilninga á hvað þetta skiptir miklu máli, bæði út af hafnatekjum og þessar rosalegu dreifingu. Þetta voru 34 hafnir og áfangastæði sem skip koma á núna í 25. Þetta var Djúpavík á Ströndum, Grímsey, Þórshöfn og Langanesi. Ég hef aldrei komið til Grímseyjar. Þórshöfn og Langanesi, aldrei komið. Eru skemmtiferðaskipin að fara og ferja svo fólk á Ullum í land? Já, eða á Höfn, annarkvort. Eða á Höfn. Kom þá aðeins inn á örgispælingarnar. Já. Ég veit það eins og á Grænlandi þá er skilyrt að skemmtiferðaskip sem að fara nær land en 3 mílur, sjómílur, þá þarf að vera með borð lóðs. Þá þarf að vera einhver sem er þá með hafsöguréttindi og kollegar mínir nokkrir úr danska sjóhernum sem að dunda sig við þetta í sínu sumarfríum að fara með skemmtiferðaskipum og lósaði þar á innfjörðum. Og ég veit að þetta hefur verið mikið áhyggjuefni á Íslandi í þjóðaröryggisráði hjá Landhelgisgæslunni og víðar, þar sem að menn hafa verið að veltaði fyrir sig hvað ef eins og við sáum gerast í Noregi fyrir nokkrum árum þegar varð skemmtiferðaskip vélavanna og þá var byrjað að reyna að selflytja fólk á þyrlum. Það er náttúrulega það er engan veginn leiðin að sækja fólk eins og teppoka 3 og 4 í einni ferð og þú ert að reyna að losa 3000 manns. Nú er þetta einmitt að segja mér, þú veist að fólk fær tækifæri til þess að sjá Grímsey, það fær tækifæri til þess að koma nálægt Breiðamerkursandi og það er selflutt á einhverjum minni svona tendurum eða minni bátum í land. En áhættufaktoran með þetta allt saman. Er þetta eitthvað sem að ratar inn á borð til þín eða til ykkar eða? Heldur betur. Varðandi þú nefndir Grænlanda, það eru ég held að séu krafa 2 ice-pilota Grænlandi. Já, það eru náttúrulega ísinn líka spilar inn í aðeins sem meiri og í Noregi þá er pilotits krafa á mörgum stöðum og það er verið að skoða þetta Ég sitt faktisk í nefnd með gæslunni og hafnasambandinu, innviðaráðuneytinu, samgöngustofu og vegagerðinni og félag skipstjórnarmanna. Það sem við myndum verið að skoða þetta og mér finnst alveg dásalegt af því ég er eini maðurinn fyrir utan frá ráðuneytinu sem er lögfræðingur sem er ekki maritime og ég bara finnst alveg frábært að sitja undir svona mikilli þekkingu og hvað það er verið að taka þetta mikilli festu að það er verið að skoða hvað skipin er að sigla og hvað það er að gera. Þannig þetta er alveg í fullu ferli. Varðandi öryggi nær sem er innan hafsugu, Sekvari hafnar og bara fyrir utan er hafsagan í Reykjavík sem er mjög stór. Og þar hefur hann Gísli Jóhann Hallsson, yfirhafsögumaður Faxaflóahafna, tekið mjög föstum tökum öryggi sjófarenda. Enda röggsamur maður. Alveg svakalega og eftir þetta óheppilega liðenda atvik með frá Norwegian fyrir hvað var það 2 árum síðan. Þegar það rak og það munaði snarraði lóðsanna hjá Faxaflóahöfnum að bjarga því. Það fær ekki upp í skerfi við þegar það ekki? Jú, það stemmir. Ég man ekki hvað heitir hinum einn. Og úr því verður að það teki ennþá
fastar í þessu í samvinnu við skipafélögin og svo framvegis og lóðsanir eru sendið núna til Hamborgar í Hermi til þess að læra að bregðast við og Já, sem sagt íslensku lóðsanir til þess að geta tekið yfir stjórn skipsins sem sagt. Já. Eða hafsjómenn, þú afsakar ef ég. Já. Það veit þess að terminologíu í þessu. En þannig að þetta er á sannarlega á radarnum og það eru ekki bara radarnum heldur, það eru bara konkrétt aksjón á döfinni. Sko skipin þau eru með ýmislegt. Þau vinna saman og það er við skemmtiferðaskipana þá er ráð, safety og security ráð. Þannig að þetta er sannarlega á radarnum hjá þeim. Það var lítið skip sem strandaði á Grænlandi fyrir 2 árum síðan, ef ég man rétt. Þannig að þetta er sannarlega á radarnum af því að þetta er náttúrulega bara, þetta er háalvarlegt mál. Svona skip, þetta eru kannski 500 sálir borð. Þannig að og á þessu svæði það sem er kannski ekki þetta capacity sem stendur en það er reyndar alveg svakalega aukning núna af varnar og herafla þannig að capacity er nú auka sko. en nei, þetta er bara ennitt máli sem er tekið að festu á alveg klára og þörf á. Við viljum ekki sjá eitthvað svona Costa Concordia harmleik Nei, það er alveg hræðilegt sko og ég held að svona frá mínu bæjardyrum sko að mér þykir vænt Ísland og mér þykir vænt norðurslóðir sko þannig að ég hika ekki við að setja kröfur að þetta er svona sem hlutinu, það er svona sem kaupin gerast á eyrinni Afleiðingarnar eru líka bara svo mikið högg fyrir þennan iðnað að þetta er eitthvað sem það þyrst að vera í lagi. Ég velti fyrir mér, sko, við tölum í sjókastinu svona daglega í þáttunum þá er verið fókusin mikill á sjávarútveg og sjávarútvegur, það orð er svolítið gildishlaðið. Maður hugsa sjálfkrafa fiskveiðiskip, sjávarútvegur og svo í svona allri umfjöllun 200 mílna hér í þessum þætti og almennri umræðu sjávarútveg á Íslandi þá erum við yfirleitt að tala loðnukvóta, línuílvilnanir og landhelgisgæslu og björgunargetu og eitthvað svona og það gleymir stundum annað, þú veist, við erum búin að tala aðeins þetta einvalalið sem er hjá höfninni eða höfnunum. En svo náttúrulega má ekki gleymast að Ísland er með ekkert hlutfarslega lítinn kaupskipaflota heldur þó hann sé reyndar ekki á íslenskum fánum sko, þá við erum kannski ekki í samanborði við Danmörku sem er náttúrulega úr disproportionately rosalega stór flutninga eða kaupskipa þjóð en við önnum okkar þörfum og rúmlega það í kaupskipa með okkar kaupskipaflota. Kaupskip nú ert þú orðin lobbyisti fyrir skemmtiferðaskip og þetta er mikið milli tanna, það er til hagsmunasamtök, þú veist, Cruise Iceland, það er til hagsmunasamtök skemmtiferðaskipa, það er til SFS sem er bara fiskurinn, það er engin svona hagsmunasamtök til varðandi bara flutningaskip á Íslandi og þú hefur sjálfur, við höfum átt í spjall þetta er eitthvað hugðarefni eða það ekki hjá þér að það vanti einhvern veginn svona þennan vinkil eða einhverja samstöðu líka nú erum við náttúrulega með aðalega 2 félög, við erum með Samskip og Eimskip og það er nú bara þannig að framkvæmdastjóri hjá Samskipum og einhver annar hjá Eimskip þeim ekki mætast í krónuna að versla inn í matinn á þess að þurfa að gera grein fyrir því einhverju samkeppnisskýrslu. Nei, akkurat sko. Það er erfitt landslag. Það er það og ef ég svona dreif danska kortið, ef ég bara leyfi mér að gera það, þú bauðst upp á það og Danir nú þekkti fyrir að vera beinskittir og segja þess að þeim finnst og liggur á hjarta þá vil ég bara gera það. Mér er andum Maritime geirann í heild sinni og ég hef oft hugsað þetta og sagt og ég persónulega og verður að segja það því ég spurður sko af aðilum innan krúsgerans og jafnvel átti ég gott samtal við aðila frá MSC sem er þá og hann var á Arctic Circle fyrir hönd Cargo Parts MSC, ekki krúsið og hann bara skildi ekki
og hann sagði, ekki til neitt svona íslensk maritim union hérna eða hagsmunasamtök íslenska útgerða sem eru í flutningum eða siglingu, þannig siglingu og annað sko, nei, sagði ég, nei, það bara það náttúrulega SFS fyrir sjávarútveginn og svo Cruise Iceland. Þannig það bara. Ég hef nú verið svona svolítið ból, þannig að ég hef svona leyft mér að tala svona kannski aðeins víðar maritime geirann og líka það því að náttúrulega því ég var hjá höfninni þá voru allir geiranir sko. Og ég verð bara eiginlega að segja það að núna 2026 miðað við hvernig staðan og svo framvegis og ég veit það fyrir víst að Danmörk sem 9. stærsta maritime þjóð í heiminum að þeir eru að gefa í að auka þann fjölda kaupskipa sem siglir undir dönsku flaggi. Af hverju? Vegna þess að þau vita það þegar eru viðsjárverðir tímar og ef hlutinni fara á svona verri veg að þá skiptir stór kaupskipafloti og flutningaskipta hans gríðarlega miklu máli á átakatímum. Þannig að þeir eru að gefa í núna. Það eru 744 skip sem sigla undir dönsku fána. Það með talið Maersk og svo framvegis. Þetta gera þeir með því að taka tillit til maritime geirans. Maritime geirinn, hann er algjörlega hreyfanlegur. Hann getur verið þannig sé flaggaður hvað sem er. Jú, hann heyrir allir undir IMO. En ef löggjöfin í landi tekur ekki mið af því of íþyngjandi og skilningslaus gagnvart þessum hreyfanlegu einingum þá færa þessi. Hvað gerist á Íslandi? Öll skipafélögin færði sig til Færeyja og víðar? Og víðar. Þannig að sko ef ég man rétt og þetta er án ábyrgðar þá eru megnið af íslenskum kaupskipum siglað undir færeysku fána sem náttúrulega Danir hafa þannig séð lögsögu yfir. Þannig raun og veru þyrftum við nú eiginlega að senda mail til Dansk Maritime Union og segja að nei, þetta er ekki 744 skip, það er smá þessi viðbútt. Og ég bara skil það ekki. Ég hef nú nefnt þetta við menn og þetta hefur verið nefnt og talað þetta og svona, en þetta er stundum sko þegar þetta hefur verið talað þetta þá hefur manni svona liðið sko eins og ég myndi segja það fara að gjósa og þú myndi segja mig má bjóða þér mjólk í kaffið. Akkurat. Þetta er algjörlega bara fer svona. Áhyggjurnar snúast þá að því að það eru eins og núna Grænlands deilan sem er nú sá logi virðist vera eitthvað í rénu núna í bili en þar gæti komið til kastana sem sagt íslensk skip sem er skráð á færeyskt flagg þau gætu verið þjóðnýtt af því þjóðuríki á átakatímum og við höfum þá ekkert til þess að tryggja flutninga til og frá hér. Nei. Akkurat. Það eru náttúrulega ólík sjónarmið sem koma fram í þessu og þetta hefur mikið verið rætt með með íslenskan þjóðfána og að Ísland geti verið svona fánaríki fyrir skip, vera með einhverja hvað maður að segja meira aðlaðandi skipaskrá heima. Það er rosalega íþyngjandi reglur sem að fylgja því að vera með þau skráð hér og það eru alls konar svona gulrætur sem að laða til dæmis skipafélögin til færa, það er endurgreiðslur af sköttum og ýmislegt annað og svo eru sjónarmið stéttarfélagana fyrir þá sjómenn sem að starfa um borð í skipunum, þau fyrst og fremst eru bara tryggja það að áhafnina séu skipaðar íslensku starfsfólki þannig að menn hafa óttast með það að flytja skipin yfir á íslenska alþjóða skipaskráningu að þá getur þá séu forsendubrestur fyrir þessum íslensku áhöfnum þar fram eftir göttunum sko. Sko, þú þekkir þetta náttúrulega betur en ég en ég leifu nú bara svona að hugsa sko, ef þið geta fundið einhverja lausn á þessu í Danmörku og jú, ég veit mæta vel að í gegnum tíðina þá hefur þungi hjá AP Møller og Maersk verið mikill en þeir hafa nú fundið sko, ég man ekki til þess að hafi nokkuð tíma verið einhver svona
einhver svona spurningamarki við þetta í Danmörku? Nei, ég held að sé líka sko einfaldasta leiðin til þess að súmmera þetta upp að ef þú ert ekki með skipskráð hér þá er ekki skattur og gjöld að þeim hér þá hlýtur að vera skynsamlegt að lækka skattana og gjöldin og reglurnar hafa það allan til jafns við það sem í Færeyjum til þess að fá eitthvað inn í kassan frekar en ekkert. Hefði nú haldið það? Maður hefði haldið það. Og svo samhliða því að gera einhverja bindandi samninga íslenskar áhafnir. Já, ég held að það hafi nú verið gert og ég bara og þú veist það að það sem mér sárnar á stundum eða svona fyrst skrítið og það kannski bara því að röddin kannski ekki nógu sterk eða eitthvað, ég veit það ekki en það eins og í gær var ég að hlusta útvarpi og það var útvarpsmessa morguninn og það var verið að halda upp og það var 100 ár síðan að fyrst var útsending útvarps og það var einmitt sjómannamessa í Hafnarfirði ef ég man þetta og þetta var sjómannamessa að það voru sjómenn sem komu til Íslands fyrir rúmlega 1000 árum síðan við erum út í miðju Atlantshafi við erum sjómannaþjóð alveg eins og Danir og Normenn og svo framvegis og Bretar að við megum aldrei gleyma því það að sjálfsögðu skipti flugi miklu máli og það þjónast líka skipun og svo framvegis en tengingar með skipum skipta öllu máli fyrir okkur og það bara eins og einhvern veginn við höfum bara gleymt því og það nefnilega svo merkilegt með Danmörku að það eru fullt af öðrum gerum en þeir hafa aldrei gleymt því. Nei, þeir gleyma því ekki. Það er rosalega mikil áhersla í og fullt af flottum söfnum þetta er mjög stór partur af þeirra svona sjálfsmynd þjóðar. Já. Og það þurfum við að endurvekja við þurfum að muna það og vera stolt af því og við þurfum þá og sjálfsögðu líka þurfum við að miðla þessu niður á Alþingi og þau verða að skilja það að þessi heimur er sérstakur og eins og hann og þá verðum við að miða okkur af því við getum ekki beitt heiminn á okkur Okkur vantar málsvara á Alþingi, það hefur ekki verið lengi Nei, það er rétt En svona að lokum þú varst mjög ástríðufullur fyrir þínu starfi hjá Faxaflóahöfnum og svona þessari maritime tengingu hvernig hafið tógaði og svo ferði í næsta starf sem í raun og veru bara hinum megin við þröskuldin það í Cruise Iceland ertu búin að bara finna algjörlega þína hillu í lífinu, það að tengjast á einn eða annan hátt, siglingum Sjónum, já ég held það ég er búin að hugsa fram og tilbaka og í fyrsta lagi stórpartun á ævinni ég búin að vera erlendis ég var menntaskólaárin, ég var í MR og svona að einhver ákveðin ára eftir við að vinna ég ætla að vera áfram á Íslandi ég er ekkert á förum neitt ef ég fæ að ráða og mér langar að vera innan maritime geirans þar sem ég er 52 þannig að það er nú ekki nema kannski svona 18 ára og kannski vinnum ára eitthvað lengur en ég vil vera í þessu vegna þess að ég hef aldrei geta unnið eitthvað með glöðu einhvers staðar ef ég hef ekki eitthvað passion fyrir það og ég held að heyri það nú allir að ég hef passion fyrir skipun og sérstaklega krúsinu þannig að ég ætla að vona bara að mér auðnist að halda skipafánanum á lofti þessi ár sem ég á eftir á starfsæfinu og þegar ár sem ég á eftir ólífað Þú talar eins og sérst að fara á pensjón bara eftir árið eitthvað kornungum aður Já, ég veit en ég átta mig alveg ég er ekki 30 þannig að það er minna en meira nei en ég svo er ég nú mjög aktífur þannig að einhverju áratugir þá getur maður gert alveg helling ég þakka kærlega fyrir að koma og veit okkur innsýn í skemmtiferðaskipabransan þetta er eitthvað svona sem að maður sér svolítið svona slegið fram umræðunni einmitt eins og við komum inn á áðan með þessum hundleiðilegu spurningum mínu þar sem ég var að reyna að pota í þið með reykinn sem að liðast úr skorsteinunum og allt það en þetta er náttúrulega eitthvað meira heldur en bara skip þetta er mikil operation Já, sannlega
bara þakka kærlega fyrir Takk fyrir mig að koma.